and misery, segir í textanum. Og það leiðir hugan að bresku myndinni The Englishman who went up a mountain and came down a hill. Nei, went up a hill and came down a mountain. Og svona endurgerð kannski á þessari mynd. Já, það réttur. Eins og hefur verið vinsælt á síðustu árum að endurgera bandarískar myndir í Evrópu. En það bölvaður kommunismi. Nú erum við á pólitísku nótunum í dag. Það pólitískt þema yfir deginum. Og við ætlum að tala kommunisman. Já, það var nú kommunisti að það hjá okkur í gær. Já, það var alveg kommunisti hér. Kommunismi. Já, kommunismi. Það var kommunismi. Og ég nefnilega skil ekki í því af hverju þessi sami kommunisti sem að stóð fyrir réttlæti og kommunisma af hverju hann var ekki staddur á Kúbu daginn þegar 10.000 kommunistar hvaðan af úr heiminum halda upp á tölvupopp? Nei, voru að halda upp á kommunisma. Halda upp á kommunisma, já. Og Fidel Castro ávarpaði líðinn. Þetta var alltaf á Havana og Fidel Castro hélt þessa hátíð, svona útihátíð. Maður segir nú reyndar Habana, ég hef séð að skrifa. Habana? Séð að skrifa, já. Það er sko bara banaði, sko. En þetta var á Havana. Já. Þar var Fidel Castro, hann ávarpaði trilltan kommunistalíðinn. Já. Sem að kom, sko, það voru allavega, hvað voru? Það voru alveg, sko, 1000 manns frá Bandaríkjunum, 1000 víða að úr Evrópu og þetta var akkurat svona útihátíð sem að strákarnir, kommunistastrákarnir hefðu gaman af. Rauða stjarnan og réttlæti sigrar og fleiri góðu samtök. Sko, já, hérna kommunismi, sem sagt, hefur allstaðar, sem sagt, floppað í hverju landinu og fætur öðru og það eitt með ekki í Kúbu nei, býtu við og það eitt með kommunisma, hann sko fyrir utan það að vera að ganga ekki upp og svona þá þetta svo leiðinlegt fólk Jöfusins kjaftaði það maður það var allra vesti sko við fengum til dæmis kommunista í gær til okkar já, hann, ég menna undantekningin sem sanna reglu nei, það bara ekki rétt til að segja rétt sem þú ert að segja heyrðu, en og hann floppar allstaðar nema á Kúbu einmitt af hverju? Og hvað segir það okkur? Að Fidel Castro sé frábær sjálfsögð hann náttúrulega mistarinn skilju hann heldur svona kommunista ávarp útihátíð útihátíð svo verslunarmannahelgi já, þetta er bara svo eyjar skilju og hann bara, þú veist, yes bara komið öll 10.000 manns svona eins og hún stá góður í útihátíð skilju, Allavík og Húnaver skilju og allir flykkjast að hvaðan af heiminum og bara frábært skilju uxi já, bara uxi skilju kommunuxi algjörlega sko þannig að hvað get ég sagt skilju við þú segir að þetta sé leiðilegt fólk sko þú segir að já, mér finnst það mér finnst þetta leiðindi þú ert nú algjör kommunismi bara leiðindi bara fyrst og fremst hvað fucking minnar? Ég veit ekki, bara leiðinlegur bara svona þú veist, þetta er eitthvað svona áhugamál leiðinlega fólksins einhvern veginn finnst mér það finnst þér ég hérna, maður getur farið að byggja upp skemmtilega pólitíska umræðuna eina málefnalega sem þú getur lagt til málana leiðinlegur skilju mest leiðilegt já, nei, auðvitað hérna náttúrulega ég meina Das Kapital og kommunista ávarpi ég meina það er náttúrulega ekki leiðilegt það er ekki leiðileg lesning nei, það er alveg rétt hjá þér og hérna, og ég var nú svo heppinn að eignast hérna ágætur vinnur okkar, Óttar Proppi gaf mér hérna sem sagt collected works of Molotov sem sagt það eru ræður Molotovs og það er sko ekki leiðindi skal ég segja þér það er mikil skemmtun og til dæmis landbúnaðarmál í Sovétríkjunum sem að maður get ekki ímyndað sér að væru skemmtileg sem væru skemmtilega skilur
og maður bara getur ekki lagt frá sér ræðuna, sko, því að það svo margt þarna sem að maður einhvern veginn grípur mann alltaf, maður hugsa, nú er klukkan að vera, klukkan á 3:30 maður, ég mæti vinn eftir 3 klukkutíma, ég ætla að lesa aðeins meira, svona. En ég spáði því nefnilega að kommunismin sé allur að koma aftur. Sé að koma aftur, já. Í tilefni af, svona, meðal annars þessari útihátíð sem var haldin á Kúbu fyrir, bara síðustu viku. Og ýmsu öðru, þá svona sé ég teikn á lofti þess efnis að kommunismin sé að koma aftur og hann verði jafnvel, eftir svona 10 ár, hann verði ríkjandi jafnvel hér. Já, ég veit ekki. Það verður að vera einhver gagger breyting á þessu, þú veist, það verður að vera einhvern veginn að peppa þetta lið upp, skilur, gera það svona skemmtilegra. Castro er maður sem kann að koma fyrir, sko. Hann kann appearance, sko. Hann veit hvernig á að svona, hann er svona eins og hann er svo góður einræðisherra, sko. Hann kann að ná til fólksins, sko. En til dæmis þessi gæjar, manstu hérna á Rauðatorginu í gamla daga, þeir voru að veifa á svölunum, sko. Já. Þú veist, og það voru sko, þeir voru svo, þú veist, með hattana og í frökkunum, sko. Og engum þeirra stökk bros og enginn var með neitt skenn, sko. Og þeir voru svo gamlir, sko, að það voru, og það hefur verið sýnt saman mánuna, að þegar þeir voru að veifa hérna á svölunum á 1. maí og svona, og hvað hétt þetta? Öldungaráðið eða eitthvað. Það voru svona öryggisverðir sem sagt bak við svalirnar undir sem héldu við rassana á þeim, sko. Þannig að þeir dytt ekki til hliðar, sko, þeir voru svona svo gamlir. Og hérna, þeir gerðu þetta sem sagt 1. maí og afmælisdagi Lenins og svona. Og ekki eru þeir nú miklar gleðisbrautur þarna í Kína. Ég meina, hvað þú að segja? Hvað þú að segja að Fidel Castro sé einhver gleðipinni? Hann er það, hann er töffari. Hann er kannski töffari, en ég meina hann er ekkert brosandi og hann er ekkert að gera gamni sínu. Alls ekki neitt. Hann var grafalvarlegur á útihátíðinni. Já. Bara, ég talaði eitthvað tungumál sem ég skil ekki ykkur. Já. Það er alveg merkilegt með Kúbu, en þeir hafa, sko, bara, þú veist, öðruvísi orð. Bara hafa einhvern veginn, skilju, segja allt öðruvísi heldur en við hinn, skilju. Það er svona, tala, skilju, eitthvað bull, skilju. Ég segi kannski skór. Já. Það þýðir eitthvað, skilju, hjá Kúbu. Já. Með magna með það, allavega, hann talaði eitthvað svona kúbensku, skilju. Já. Og sérst, hann var grafalvarlegur. Sko, Sigurjón, ég hef séð myndir af Castro hlæjandi í hópi barna á samyrkjubúunum á Kúbu. Ok, þú hefur séð myndir af Castro kannski þegar hann er bara ekki, skilju, í embættisstörfum, skilju. Þá er hann bara, skilju, bara að slappa að inn í garði. Hann var í opinberri heimsókn utan hjá sér, sko? Nei. Opinberri heimsókn niður í garði? Já. Út í garði, hjá sér? Já. Þú ferð ekki opinberra heimsókn út í garð, skilju. Ólafur Ragnar Grímsson, hann var að koma úr Ameríkuferð, skilju. Það var opinberri heimsókn, skilju. Er hann ekki ennþá í Ameríku? Nei. Nú er alltaf verið vitlaus, skilju.